Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 90 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem gæti orðið flókið, en hugmyndin þó einföld. Það að segja, viðfangsefnið sjálft eitthvað sem allir þekkja til og allir skilja, en ástæðurnar fyrir því að það virki eru stundum nokkuð flóknar og kannski ekki svo sjálfsagðar. En þetta að skilja mál eða hreinlega bara að skilja hluti út frá drama. Þegar ég segi orðið drama þarna, þá ég að eiga við þá tjáningarmynd og þá leið til að tjá hluti sem eru ekki endilega beint sagðir. Þetta þá eins og listformið drama, sem jú leiklist. Í leiklist þá segja leikarar á sviði texta sem var skrifaður af leikrita höfundi, og sá texti næstum því skrifaður eins og hann sé í bók. Og við tölum oft leiklist eða leikrit sem bókmenntir. En það bara hálf sagan, því það svo margt sem hægt að upplifa eða hægt að auðga, gera betra og verða sterkara þegar það beinlínis manneskjur sem á lífi og sýnilegar, sem eiga þessi skrifuðu samskipti sín á milli. Það væri örugglega hægt að búa til góða bók úr Hamlet, en það yrði allt öðruvísi og mögulega ekki jafn gott eða áhrifamikið og sagan og textin sem leikritið Hamlet þegar textin settur upp sem leikrit. Það eitthvað við það að sjá hvernig texti og orð getur orðið skilinn, það að segja texti getur orðið skilinn á annan máta eða skýrari máta þegar textin leikinn. Nú ég að segja ykkur nokkuð sjálfsagða hluti, en ástæðan fyrir því að mér datt í hug að tala þetta í dag vegna þess að ég núna nýbúinn að vera í tónlistarverkefni sjálfur, og í þessu verkefni þá hef ég verið hluti af teymi sem fer saman á milli skóla og þá grunnskóla að flytja óperur eða lög úr óperum fyrir krakka á grunnskóla aldri. Og það þá krakkar á aldurspilinu 6 til örugglega 13 eða 14 ára. Og þau ykkar sem þekkja til ópera
og vita hvernig óperur eru, þá eru þær sungnar á mjög sérkennilegan máta af því óperu listformið var þróað og varð til áður en við gátum notað hljóðnema og hátalara til þess að hjálpa söngvurum og óperu söngvurum að heyrast yfir heila hljómsveit. Það er þess vegna sem óperusöngvarar hljóma stundum nokkuð fáránlega og segja orðin sín ekkert endilega mjög skýrt eða rétt, af því þau gera allt til þess að hljóma sem stærst og setja þá textan í minni forgang. En fyrir utan það, þá eru óperur næstum því alltaf fluttar á því máli, á því tungumáli sem þær voru samdar á. Ef ópera var samin á ítölsku, þá verður hún að öllum líkindum flutt á ítölsku, þó að óperusýningin fari fram í Kína eða Singapore eða Bretlandi eða Svíþjóð eða hvar sem er í heiminum. Það er mjög mikil undantekning að heil ópera sé sett upp með þýddum texta. Reyndar er það að verða vinsælla og vinsælla og kannski meira fyrirgefið heldur en það hafði verið á fyrri öldum og áratugum. En þetta er allavega venjan að óperur eru fluttar á frummálinu. Hvernig eiga grunnskólakrakkar í Danmörku að ná að skilja það sem á sér stað og það sem er sagt þegar óperusöngvarar syngja fyrir þá á frönsku eða ítölsku eða þýsku? Leiðbeinandi þessa verkefnis er að gera allt sem hann getur til þess að láta þetta verkefni fá enn fleiri styrki og fleiri tækifæri til þess að vera flutt og framkvæmt á fleiri stöðum, bæði í Danmörku og líka úti í heimi. Þannig hann er að skjalfesta, to document, eins mikið og hann getur, og er þá bæði að taka fullt af myndum og myndböndum af verkefninu og sýningunni sem við flytjum, en hann tekur þá líka einstaka viðtöl. En hann tekur líka stundum viðtöl upp sem hann tekur við þessa krakka. Og í einu tilfellinu þá hafði verið einhver krakki sem kom upp að honum og var einmitt forvitinn hvaða mál þetta var eiginlega sem þessir óperusöngvarar voru að syngja. Því krakkin skildi það ekki. Og framleiðandinn svarar og segir að þetta hafi verið, þýska, franska og ítalska og pínulítil enska. Og hann spyr þá á móti í gríni hvort krakkin hafi skilið. Og krakkin svaraði einhverjum sem var mjög dýrmætt fyrir verkefnið og jafnvel fyrir listamennina sjálfa líka. Því hann segir, nei, en maður gat fundið fyrir tilfinningunum. Þessir tveir óperusöngvarar sem flétta saman þessum fjölbreyttu óperulögum ná að búa til einhvers konar sýningu af sambandi á milli þeirra sem þróast í gegnum sýninguna
og í gegnum dramað, í gegnum tilfinningarnar sem óperusöngvararnir fara í gegnum og upplifa og tjá á mismunandi óskiljandi málum, nær að verða skiljanlegt og nær að verða skiljanlegt fyrir hvern sem er. Það þurfti ekki tungumálið til þess að skilja hvað væri í gangi eða hvað einhver var að upplifa. Dramað var næstum því nóg. Af hverju er ég að tala um þetta í þessu hlaðvarpi? Það er vegna þess að þessi þáttur og þessi hluti af því að læra tungumál er vanmetinn. Það eru allir sem hafa lært að það er miklu skemmtilegra að vinna í því að læra tungumál með því að horfa á myndefni, að horfa á bíómyndir eða þætti sem eru á þessu máli sem maður er að reyna að læra. Og vissulega er það er miklu léttara að virkjast og ná að fylgjast betur með og mögulega sjá hvernig fólk talar í alvörinni frekar heldur en að læra bara hvernig réttar tungumála bækur setja upp setningar sem dæmi. Þessi sjónvarpsþættir ná þá stundum að virka eins og þeir séu meira ekta heldur en skólabókin. En tilraunir hafa sýnt að þetta er ennþá sterkara heldur en við gerum okkur grein fyrir. Nú man ég ekki nóg eftir þessari rannsókn en ég hef heyrt um hana og mig minnir að þetta hafi verið í kóresku námskeiði þar sem þessi tilraun var gerð. Annaðhvort kóresku eða tælensku. Allavega nokkuð erfitt mál fyrir þá sem að koma úr algerlega öðrum tungumála heimi, eins og Evrópubúar að flytja til Austurlanda. Og tilraunin fólst í því að kenna sem minnst með bókum og reyna þess í stað að vera í alvörunni með 2 eða 3 leikara sem setja upp lítil leikatriði og nemendunum var bara sagt að sitja og horfa. Og eftir nokkur tíma þá reyndist það þannig að þeir nemendur sem að höfðu orðið vitni af þessum leikþáttum náðu að standa sig betur í tungumálinu heldur en þeir sem höfðu lært hefðbundnu leiðina með bókum. Þetta er mjög flókin samanburður og mjög erfitt að sjá hvar munurinn liggur í rauninni og það þyrfti að koma í ljós með fleiri tilraurum. En það sannar sig þó að þetta sé virkilega sterkur þáttur í því að læra að skilja mál. Dramað getur hjálpað ótrúlega mikið til þess að ná að meðtaka mál. Samhengi styrkjast, tengingin við hvað tjáningin þýðir styrkist og maður verður fljótari að átta sig á því hvað það er í málinu sem er sagt sem myndi valda einhverjum dramatískum breytingum. Ég er mjög viss að ég hafi nefnt það áður að ástæðan fyrir því að ég tala ensku eins og ég tala hana er ekki vegna þess að ég lærði hana í skóla, heldur vegna þess að ég lærði hana mjög hratt í gegnum það að horfa ítrekað
og mikið á enskt sjónvarpsefni áður en ég skildi enskuna. Það má færa rök fyrir því að þetta hafi ekki verið besta efnið til þess að læra að tala málið eðlilega eða besta efnið fyrir börn. En ég varð mjög fljótt mjög góður í ensku af því ég horfði svo mikið á teiknimyndaþættina Family Guy. Ég gat horft á það aftur og aftur og aftur og í mínu tilfelli þá voru engir textar til nema textarnir á ensku. Það var engin íslenskur texti til þess að leyfa mér að skilja í alvörunni hvað væri sagt. En dramað í þáttunum og hlutirnir sem voru sagðir innan dramasins hjálpuðu mér að meðtaka að þessi setning þýði þessi tjáning. Ég þekki þessi 2 orð þarna. Nú veit ég hvað þetta orð hlýtur að þýða af því að hann er að benda á þennan hlut. Og þessi hlutur sem hann segir er fáránlegur af því einhver annar verður mjög reiður við að heyra hann segja þennan hlut. Það hefur verið þessi samblanda af orðum sem búa til þessi viðbrögð. Ókei, þetta orð hlýtur þá að gera eitthvað af verkum sem veldur því að einhver er óánægður með þessa tjáningu hans. Og svo framvegis og svo framvegis. Þetta er alls ekki einstakt dæmi, allavega á Íslandi og allavega á þeim tíma sem ég var að alast upp. Ég hef talað um það áður að flestar stelpurnar í bekknum mínum lærðu ensku á svipaðan máta með því að síhorfa á Friends. Og þeir sem urðu allt of færir í ensku, allt of hratt, voru þeir sem að stunduðu tölvuleiki sem mest og voru sem mest í tölvunni á ensku mælandi internetinu. Og þeir sem fóru snögglega inn í nördalega hluti eins og tölvuleiki Blizzard og fantasíur og fantasíuleiki eins og Dungeons & Dragons. Þannig ef þið eruð ekki að nýta ofurkrafta þess að neita dramatísks efnis, þá myndi ég klárlega hvetja ykkur til þess að reyna á það. Af því þó þið skiljið ekki allt, þá gætuð þið, eins og krakkinn sem horfði á óperuflutningin, náð að skilja tilfinningarnar og þaðan fáið þið stærstan hluta svarsins og merkingarinnar. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta. Og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.